Ég þarf ekki að spyrja ykkur lengur. Það allir tilbúin, klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 27. október. Og 3 í gíð eru mættir hingað í FM 95 stúdíói. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti beint á móti mér sitja 2 vinnufélagar mínir og vinir mínir. 2 hrossaflugur. Já, 2 hrossaflugur. Önnur þeirra heitir Egill Einarsson og hinn hrossaflugun heitir Steindór Rós Steindórsson. Hvernig þetta drengir? Ég heldur góður. Já, hvernig þetta svara þér? Já, þetta ekki lengur fyllandi fyrst og fróðandi. Jú, ég það sko. Ég hætta því. Nei, ég meina ég fyllandi góður og fróðandi fín. Og þú aldrei verið betri. Ég hef aldrei verið betri nokkuð. Ég svo nýr. Ég held að það sagt það sama svona fyrstu 9 árin. Svo þetta aðeins fara að breytast. Ég hef aldrei verið betri. Maður góður í dag. Já. Það líka gott að heyra því að, veist það, þú frekst smá skít frá hlustendum í síðustu viku. Það ekki nóg gott. Hann grenjaði allan þáttinu, hvað hann væri þunnur og aldrei verið verður. Það var alltaf ritskjagstegin. Það málega góða við hann gott að heyra hann einu sinni á ári. Já. Ég jafnaði mig sko, ég svona trakka hvernig mér máli, ég er með úr og hring sem trakka hvernig mér líður. Hvað sagði hérna ringurinn við? Takk lestur. Sko ringurinn gefur mér alltaf lestur ef ég er með allt niður um mig. Hann bara læt mig að segja samt hann peppa mig sætti, it's gonna be all right. Ég man, við vorum eins og í mannsæstið þú sagði við mig, heyrðu, sér eitthvað ringurinn var að segja við mig, it's gonna be all right. Hann bara vissi þú væri það. Gætur þú sett ringinn þinn á mig núna bara í þessum þætti? Bara 2 tíma skýrsla. Eina sem þá trakkar hann bara hjarsláttiðinn og ég græði ekkert á því sko. Leif mér að hafa. Þú myndir elska þetta sko. Ég fekk kórónu í gær. Þegar hann gefið kórónu, þá segir hann bara, þú veist, þú ert kongur, fæ mynda kórunu. Ég fekk ekki kórunu fyrir viku síðan sko. Þú veist, þannig að það var erfiðasta kvöld æfuminnar heldur. En þetta líka En sko þú ofta, nei reyndar ekki því að við höfum það fyrir reglu að við ljúum ekki á hlustendum, þannig að þú vildir ekki þykjast vera eins og nýr hérna síðasta föstudag, en núna ertu eins og nýr. Þannig að nú vita hlustendur að þegar þú segist vera góður, þá ertu góður. Ég hef aldrei betri nú. Nú er ég bara glæði nýr, ég er að fara að Halloween mökk hjá The Colbs í kvöld. Ertu að fara? Það reyndi var selt mér, upprunalega var að selta að þetta væri svona barnaamali og Aron er komin einhver Spiderman-búning og Eva með einhver búning og bara hörðu sér allt í búin að millifarast yfir í Arnókur Lágsunar frá mæti búning sendi Kolbarn á mig. Það rosalega. Hvað mætir hann segja? Ég veit þessu akkur Arnókur Lágsunar Það ekki litlu neymdrópin hérna maður. Ef Arnókur Lágsunar frá mæti búning hvað var þá með barnakonserti spurði ég Kolbarn. Sér var næsta kommentarnum ég geti 240 lightbjóra 240 lightbjóra. Þú ert að fara í mökkun. Hann byrjaði að selja þetta hann veit ég var ennþá hjáttum með ritskjagstíðunum. Hann byrjaði að setja þessi barnaamali svo millifaran að því eitthvað allt annað. Hann er sölumæður eins og blöð, hann kann að ná þér. Að því að fyrsta þetta er að því ég hef oft rætt að ég sé með BS-gráði að fylla fólk. Þú væri besti fasteignasali landsins ef þú væri fasteignasali. Nei, ég er aðalega svona að ná fólki inn á djammi og hann er að spila þetta rosalega rétt. Nú ætlum ég bara að hrósa Kolb sem sölumæður. Hvað gerði hann? Útskýrðu fyrir mig hvað hann gerði það? Við skiljum þetta ekki nefnilega við félagarnir. Ég hélt ég verið að vinna í barnaafmæli. Já, hann byrjar á að þú tekur daginn frá. Það er skref eitt hjá hann. Þú ert pottitt búin að segja á honum eins og sagði mig hérna við spurðum hvort þú vildi koma með hérna í gær á Tres Logos. Hann er einhver gestakokkur þar svo ég hrósi því nú líka, hann er geggjar og er alla helgina. Rosalega Tres Logos. Já, sturlaður og þessi gestakokkur frá New York þetta var bara þetta er besta lamb sem ég smakka á æðið minni sem hann er með þarna. Var með Rack of Lamb eða? Já, þetta var bara, þetta er sturlun en ég ætla ekki að fara að auglýsa það en sko ég bauð Agli og Gurri með í gær og ég bara nei, ég er ennþá að jafna mig eftir ritskjagsdægin sem er rétt. Það sem að Kolb gerir svo vel þarna er að hann segir þetta sé barnaamali án þess að segja hann sé búin að kaupa 240 lætbjóra af því að hann veit leið út komin á svæðið og ert innan fólk sem er gamla að tala við þá næra þér 240 lætbjórar, Gull Áksson í búning þá veit hann alveg að þú myndi vera að rífa flippana á ég með Captain America búningi minn í skottinu þannig ég er líklega að fara í Captain America búningi Ég ætla að segja bara eitt þið sem er að hlusta og eru áskrifundur af blöðkastunni ég byggðist afsökunar á þættinu sem er næsta þriðjudag þetta er einhver nýr botn í okkar menningu hér í FN95 blöð Við höfum yfirleitt verið menningarþáttur Ég er hinnilegin ég held að næsti þáttur sem er í stúdíuþáttur í blöðkastunni sem kemur út á þriðjudaginn
sem er Halloween þema, eða Halloween þrjúdæðin er besta sem við höfum gert og ég meina bara með history og ég tala allt Við saman tókum þáttun upp í gær bíómyndir, þættir, lög þessi þáttur reykir þetta allt saman ákvað að koma okkur óvart í blökastinu og keypti 3 búninga í gær og ég skammast mig svo fyrir hvernig við sátum á það Já sko, við getum alveg rífila þessu þú veist, hann keypti prumpublöður búning fyrir mig sem er náttúrulega alveg strax nettur bot Já, en þú eiginlega dróst stittrastrá en ég Þú varst hvar er Valli með blóðuðan skiptileikil og jöllur Já, þetta var sem er mjög skrítið Þetta var svo stórfurðulegt Svo var hann Captain America, hann held að þetta er svo töff og það er bara með verri búningu sem ég sé Það backfire alveg greint sko En þið sjáðu þetta þrjóðan Ég var að fara í búningin í Ég hendi Captain America búninginu mínum bara í skoti sem enda kostaði 1,2 M Partybúðin er svona skellihlæðandi í dag sko bara ég aldrei rukka kortið mikið pikka upp nokkra búningar Heldur það sé álagning á þessum búningum sem eru keyptir relatis? Ég held bara að gæði sem á partybúðina hann er með speil núna fram að sig á snekki skellir hlægjandi Sko ég verð samt að hrósa partybúðinni Ég bara, þú getur farað og keypt hvað sem er Þetta er bara geggjaði business Og þó að við strauja kortur og 20 skall þá getur ekki gert hvað sem er Ég getur blöður og búninga Já, þú veist að halda ef það er að koma gamlás þá er þeim allt svoleiðis ef það er að koma Halloween þá er þeim allt svoleiðis þetta er bara sniðu þetta er eitthvað sem að partyblöðu fíla og ég líka nú er ég með þetta King of Halloween og ég kynni með hlutina og þetta fyrir utan jólin rakar Halloween mestinn Já, af öllum holidays Þetta er miklu stærri öskudag Það er insane amount sem fólk eyðir í búninga og candy, áfengi og líka bara svona síðustu ári hefur þetta stækkar eins og The Coast þeir eru búin að breyta húsinu í eitthvað fucking draugahús það þarf ekkert að kenna kolmi það er fólk alltaf áhuga að horfa á þetta og kíkja bara story á his wife, Heru sko. Það var bara 3 sólarhingar farið að breyta sér eitthvað draugahús það dreipur kolm að bjóða okkur steinda ímynda bara hvað kassi fer í þetta ykkur er bótið búið 240 læbjórar en sko málega það sem ég held samstrákar með Halloween að þetta sé ekki byrja eins og ég held bara að Íslandingar séu ekki byrjað Þetta er samt orðið hjút Nei, ég veit það Þetta er ekki byrjað Það eru bara heilu göturnar eftir 5-6 ár Heilu göturnar skreittar Það er allt skreitt Húsið utan, innan, allt Þú komst líka inn á það í blöggastu sem fyrir daginn Fólk er núna bara að kaupa búninga Fólk skreitir heilu götur Já, fólk er núna bara að kaupa búninga Þetta er bara byrjun Íslandingar eru líka heimsmeistarar í öllu svona Ef alvöru gýrt eftir inn þá á engin breyki Íslandingar Nei En samt eins og við búum svo boring veður farið þetta sökk með Flórida, einhverju götu þar alltaf sunshine og það getur skreitt götuna og allir léttir Herðu, líkt út núna, hvernig getur þú að vera kvarta? Það er enda geggja nú bara 8. hiti Hættu svo vælið, þú varst að væla allan síðast að versta Sól á þróttur Ég ætla að væla bara handla bjart á þrótturamerkinu og ég talandi spurningkeppni Gilsarans, það er ekki bara það er King of Halloween Við erum með, sko, það er nettur gestagangur hjá okkur í dag Við erum með Kortmyndur Frekar og þú ætlar hendi í How Do You Do Fellow Kids Það er rétt Svo erum við að fá til okkar, er þetta ekki orðin bara besta landslískona Íslands? Hún er ekki að spila í kvöld, það er Ísland-Danmörk, en Sveindís Jane er að koma hérna til okkar. Já, hún er geggjuð. Hún er á fellow writer. Já, hún var að gefa út bók, Úlfur voru að gefa út nýja plötu, þeir kíkja líka, Dilja var að gefa út nýtt lag, það var aldrei verið svo mikill gestagangur í Nýjum Blöð. Það eru 3 gestir, það er rauninni 4 með Ólónu, sko, ég veit bara 2, sko. Þetta er allt geggjaði gestir, þannig að við bara tökum það og... Já, herru, svo er Við ætlum að setja líka gestina inn í liði. Ekki gleyma líka læginu sem það spila. Já, ég er með skýrslu Komið skýrsla núna Já, sko, þú ert með Þú ert eiginlega bara að segja okkur eftir þegar þú spila Þú ert eiginlega inni með skýrsluna og er að segja okkur frá Þetta er góð saga bak við þetta En ég get sagt þér að þetta lag er það gott sem við erum að fara að spila eftir að við vorum með MC Gauta í Vestmannaeyjum síðust helgi að skemmta og Steindi gerði ekki annan að biðja Gautum að setja þetta lag á og Gaut er ekki í laginu Þannig að Steindi dýrkar þetta lag, það er staðfest Já, og bara smá tease Artificial Intelligence er að gera þetta einn röddin í laginu og þetta er rosalegt ég ætla smá tease, ég kemur skýrslu eftir Þetta er, og við spilum það klukkan 5 eða eitthvað Hvað er 5? Og þetta er, hvað segir unga fólki, banger Þetta er frá úr smiðju Overtune Já, og herðu, svo er annað sem ég ætla að ræða líka í fyrst award-winning app Af því að við vorum að ræða á þann hérna á Lífa og ég vildi ekki ræða það meira Egill vildi meina og Steindi vissi það ekki að ef þú gefur einhverjum þumalinn
í chatti það sé mesta disrespect sem þú getur gert. Já. Ef þú hatar eitthvað út af lífinu heldur þetta sé bara þú? Nei, ef þú hatar eitthvað þá setur þú þumal. Ég hef aldrei hugsað þetta hann. Ekkert meira bara disrespect en væri að dissa sig þegar hann setti bláa Nei, ekki annað ef þú notar þumalinn og hann bara, hvað gerði ég þér eitthvað? Ég verði að vera aðeins með stendi liðan ég vissi ekki að þetta væri bara þú segir mig, herri, ég er að koma að pika hérna í komandi tímitur, ég gef bara þumal það bara ágækja ef þú notar þumalinn 20 stund, annarkot ertu bara leiðalegst maður sem víslíkar eigum og það er bara your cross to bear og þú getur ekkert gert í þú heldur að þumal þessi cool notar það er bara yngum maður það er bara stað þú veist að 90% liði núna er brjáláti. Nei, ég er bara að segja, þá getur fólk hætt að nota þumla. Nota bara annað en emoji og svo náttúrulega bara er það þannig, þú getur notað hann út af því að það er svo leiðilegu kall, þetta er bara versti emojiin ef þú ert pyrrar út í eitthvað, segjum ef að frúin en eftir að tala núna, ok, nú var ég að spyrja áður að klára hold that thought með frúna ertu að tala um bláa þumali sem hangað eða er jafnvond að gefa líka bara venjulega þumal allur þumal álfur ógeð og þú getur notað það samt sko, það er notkun fyrir hann segjum að Steindi sé búin að mökka 4-5 röð og hérna hann er eitthvað lítill í sem er bara að sleika sigurinn upp og svona hægast mín er spóð að sækja hérna pítsu, hvað lístur það? Þumall það þýðir bara frábært auðningiðin það er bara geggjuð hugmyndu þannig átt að nota þumal en bara fólk að rífa sig svona basically þú nota þumal að þú ert í fíl þetta er fílukall, þetta er nýji fílukall þú ert basically að útskýra þannig sko, þið eru hættur nótan þetta er gaggrindum, það kemur við okkar 3 mann chati sem er bara gangi í alla sólarhengin það kemur aldrei að nei, Steindi hefur ekki þórað að setja ekki eftir að Egill held ég væri að drulla yfir sig af því að það var bara miskilningur vöðvakallinn, broskallinn og mátt klessan, allt annað en hann þumal upp en auðvitað blöð emojiin appinn með hendurna fyrir auðvitað ég er að minka hvað segir hann? ég sko Apen sem heldur fyrir auðvun þetta er sko málum með blöð við getum ekki breytt og ég er bara kastin haklaði ég get ekki beðið hann að hætta að taka apan og það er erfitt sko málum er bara það er bara búið en emojiin sem er grænjandi og látur sem ég nota oft sem er svona hallandi hann er fít sko en apinn og við ræðum þetta hvernig það þú nota klessa mikið ég nota það mjög mikið það er miklu betur en þumallin sko ég nota langt mest sko high five og hérna bara svona handshake en hafið þið notað eftir að þið fóra að markanum og hættu að vera á horny single guys hafið þið notað það sem er annað auga að loka og tungan úti hana nei þegar þú segir það hvað er það? það var helviti algengur svona hálf 4 helgan þegar hvernig blikk er það? Það er helvíti perraleg blikk ég hef ekki notað hann bara í, hvað er ég búin að vera 6 ár þannig þú notar hann sétur 6 ára síðan hann hendur þá í blikkallinn og tungan svona út það er bara það er svona það er grettu emoji já ég sko notar hann ekkert í sambandi þá sá bara emoji dauður og reykisbrey takkar og getur alveg sendið á frúna já það er alltaf já út í ykkur gýr ég minna ég bara segja þú veist hann er alveg að vera döð er hann ennþá til, ég hef ekki séð já hann er sko ef horrið blöð kemur aftur á markaðin þá myndur þú dusta rekið af þeim emoji bara til guðs að það gerist ekki dusta rekið af þeim emoji það bara má ekki finnst ekki í þessu það með emoji skólan það er ekki að pegi mér finnst það alltaf gott að fá emoji skólan þú veist af og til að því að emojiðni breytast mjög reglulega en spáðu líka hvað finnst þið að þú getur af því að hérna í gamla það þá bara talaður í síma við konuna þina eða manniðin eða makaðina hvernig sem það þá heyrður ef makiðin var pirraður í dag þú sér það alveg vel þú ert að spjalla við hann á Messenger og það er þumalinn og veistu bara og geðar allt í fókin aðbast já, þú ert kannski búin að vera einhverju 3 daga rally í Manchester og sendi bara ég ætla bara að kaupa einhvern handa strákunum þú svona vonast eftir hjarta en færð bara á flottur þá veit maður bara OK eða þumallinn þá veistu það er ekki allt í standi sko OK eða þumall og það er ekki minnst að reyna það verður við ekki næst ég sko, þetta rifjaði fyrir mér emoji skólinn ég spáði að taka hann aftur það er langt sér ekki að fólki skýrslu að nýjar að koma inn og alltaf koma kottu með það næsta fyrst fólk þarf að fylgjast með herðu, hérna að því að yfirleitt er ég nú með hérna skemmtilega viðskiptahugmyndir í blöggastinu en ég verði að koma inn á eitt hérna því að
kona mín var í Danmörku og hérna Já, hann fór að sjá Madonnu við bróðsinsum og hérna ædol hennar og hérna, en ekki bara það en svo hérna faraði út að borða pantast veitingastað sem hérna eftirsóttu staður í Danmörku og það sko, ég hef aldrei heyrt svona það þú veist, þú basically, þú ferð inn í grúp og ferð inn með fullt af fólki sem við 3 varum að fara á okkar þá ertu paraði bara með einhverju fólki á borð? Já, eiginlega, allavega á svona svæði það nálægt að þið eru eiginlega að borða með þeim sko, þannig sé og svo þetta bara basically þannig að það er koktel með hverju mat og það er bara hent upp í matana þjónarnir eru með stæla við sko. Allt kvöldi, svo ertu látið að draga eitthvað spil og allir þurfa að gera eitthvað dæmi ég bara segir þetta eins og staðinu sem þú varst að tala um daginn í styrluðum pælingum þú varst að tala um að það veit ekki hvað koktel þú færð og segir hún dró spjald og þú ert að slá ókunna mann utan til þetta basically bara hörðu, hvað okkur við ekki farað hann á stað nei, betur, veist, hvað heitir þessi stað? En að þú gerir það og veist, það er allir bara að sæna sín þetta já, það er allir búin að sæna sín það er allir að lappi bara út og berði en ég fer á hann á stað, þú veit ég að einhver random gæði gæti löðrunga já, og ekki bara það sko, svo tók hún, sendið mér vídeo á bróðurinnar allsber í svöndu að raskjallega nága þetta hann dró bara spjald get naked en þú veist, þú máttu auðvitað að segja bara ég er ekki til í það, en hann er stemningsmaður sko hann fór bara á fór hann á penisinn? Nei, hann fekk svona svöndu ég er bara að fjóða bara til BK í næstu þetta er eitthvað fyrir mig þetta er í Danmörku ég elskar svona blöðstæður þetta er algjör blöðstæður þetta er rosalegt, svo var eitt sem dróð eitthvað svakalegt maður þurfti að taka, hvað heitir það, eitthvað nuclear tequila eða eitthvað þá var það salt, þurfti að taka salt í nefið á speigli tequila og svo var krist upp í augun á honum augun á honum límonaði er Sigrún komin á einhvern skrýtnin stað? Já, þetta hljóma meðbúrsinn svona að það er eitthvað heimapartí þetta hljóma hræðilega nei, vinkonunar úti sagði að þetta væri skemmtilega staðurinn í dag og hann er sko, þú þarft að bóka með góðu fyrir hann já, það er bara staðfest við verðum að fara á þetta næstu er blöður ammali erlendis og ef það eru köpun þá bókar það bara 35 mann en hvað tekur þessi staður marga, veist það? Hann er lítill, þetta er bara kannski við segjum hérna kannski 30-40 manns að þinn fullkomið fyrir blöðuleg, ég er bara allan nei, hvað er þetta eitthvað rugl, við bara förum hann að sko, ég þekki blöður rétt og erum að fara að vera nýgur svona 4-5 daga og það koma ný spil, ég get lofa eitthvað til ég spyr hvort ég með vera með minn eigin spil en þetta er góð hugmynd þetta já, mér finnst það bara geggjur þetta er rosalegt sko þannig að emoji skólinn hann kemur í næsta það rifjaði hann upp fyrir mér af því að næsti föstudagur er risastór sko jólasnjórun er falla Túborg jólabjórun er að koma næsta föstudag það er rosalegt þegar snjórinn fellur þá er, þú veist, þið vitið það sko amazing fact jólabjórn hefur alltaf selst upp hérna þú getur ekki farið og keifti jólabjórn bara í janúar svo kemur jóla lightbjórn ég elskar lightbeer þannig að það snjórinn fellur næsta föstudag það er líka næsta föstudag hefst miðasalan í Sjallan same day með jólaball talandi um jólasnjóin það verður jólaball F95 blöð í Sjallan 16. desember og miðasalan hefst næsta föstudag á tix.is rísa dagur þetta fyrir þá sem ætla að fara og mæta þann frábæra stað það verður að opna efri hæðin og flöskuborðin keirast í gang þannig að ef þið viljið fylgjast með því Steindi hann fyrir maður að fara á flöskuborð sko, þá bara addið í eventinum á Facebook sem er bara jólaball F95 blöð í Sjallanum og getur út af því að við mögulega gefum flöskuborð hver skal ekki ég spáði okkur ekki why the hell not þetta er jólafíling svo bara svo ég veit þetta reyngir ég fór út að borða í gær með okkar besta Kumball Kumsjón Guðmundur Karl sem er kannski þekktastu fyrir að vera pappi Guðjóns Arons sem er okkar helsti maður ég lofa okkur í 30-samaliðans í apríl næsta ári bara svo við þetta Guðjón Aron eða þú ert að hlusta á mætu við og tökum við Róntaran og Jamie Kvöld og það verður alveg 20-samali all the hits það er okkar besta manni það eru 2 menn sem eru alltaf að þessu að lofa okkur eitthvað þú og Erpur Eyvindarsson ég fekk bara skilfa á Erpundaginn bara, við félagur að fara í eitt ammali hérna bráðum það var beðni og það er enginn sem hefur hlusta á fleiri þætti heldur en King Guðjón Aron við skilja að fá okkur ammali við mætum bara, gerum allt vittlust okkar besti maður það verður líka nóg að free shit þar nóg til að kom við ætlum að fara hérna í fyrsta lag dagsins drengir þetta er svo hlustið bara Best of gott frelsið er yndislegt skildum að vera leiður á því til lengdur að vera til ný dönsk hér í FM 95 blöð sturla lag og
Já, það komið að slúðri Verið tilbúinir í, ég er með góðan slúðbakka nú Það, bara rakandi fest erlend slúður Mér minnir hann að ekkert verið spes síðasta föstudag Daginn eftir Ritz-keksdaginn Nei. En nú er hann góður Ertu með Britney núna? Já, ég verði eiginlega sko Varst ekki hættur með hana? Jú, en hún var að gefa þetta æfisögu Það er, veist, þú ferð ekki inn á slúðursíðu Nefnum að sé rætt Britney En þetta er eiginlega meira Og æfisagan komin út, eða ekki? Já, þetta er meira eiginlega á Justin Timberlake Því að hann er mjög ósáttur Við En er hann ekki allegedly an asshole? Já, þetta er Það er sagt eða ekki Það var eitthvað sem að sko Sýsti konu mín hafa búin að segja mér áður en að þetta fór í shit hit a fan að hann er ekki allur það sem hann er séð sko. Það er ekki gott við þig og þú elskar hann til lífinu sko. Ég hef alltaf verið JT maður sko. En hann er brjálaður út á bókinni en það kemur hann mjög illa út úr henni og ég held að fólk viti allt sem ég er að segja þannig sé að hann átti að hafa hætt með henni í SMS-i og það var hann sem hélt fram í henni með við bókina, svo veit maður ekkert en sko hann þurfti núna, slúðrið er hann þurfti að loka fyrir komment á Instagram hjá sér, af því að það hafa verið að bara Britney Spears aðdáendur var að fá lestur já, að eiginlega bara rústa Instagram-reikningum hans þannig að núna er ekki lengur hægt að kommenta hjá Justin Timberlake en það er rosalegt. Hann er að fara að gefa út nýja plötu og er að fara á tónleikaferðalag á næstari og var spurður hvort þetta myndi breyta eitthvað þeim plönum og hann sagði alls ekki en maður er ósáttu við bókina Já En hann hefur ekki kommenta meira á þetta en það? Nei, hann bara basically hans er ósáttur og þetta sé ekki allt satt sem hún á að segja það Nei Sko, hérna Hvað voru gömul þið voru saman? Tvítu held ég Manstu eitthvað, munið eitthvað eftir þessu? Já, svo er það líka, veist það má ekki, þetta er enda góð punktur hjá þér Steindi því að, veist, þetta er bara úlingar fyrir þetta er Já, ég meina það er engin afsökum bara hvernig að haga en þetta er samt bara, hann er bara krakki hann bara tvítugu sjálfur Já heimsfrægur tvítugu krakki og hún líka þannig að þetta er ég meina, er tvítugt fólk skilur að hætta saman í SMS-um, þú veist, ég meina var það tíðkæðist það, skilur þau deytuðu frá 99 til 2002 Já, þá verður þau tvítug til 21 árs, þau eru bæði fætt 81 held ég Já, hann sendi en SMS með, þetta er búið Já, veist og já þetta er bara ok, veist Ég er 21 árs þegar ég byrja í 70 mínútum Ég þekki ekki þann gauður sko Það var talandum en asshole Það var bara leiðulegur náðing Það var upp á oss blöð sko Varst að segja fólki upp alveg hægri vinstri í SMS-um eða? Nei, en ég var örugglega ekkert eitthvað betri en næsti Það þú ert 21 árs Þú ert bara basically an asshole Já manni finnst það ekki at the time þannig að ég veit að 21 árs lið núna sem er að hlusta og heldur að sé með allt á hreinu en svo veistu eftir 20 ára bara Jésús almáttur En heldur að sé eins með okkur eftir 20 ára það er bara Jísus festu ég bara eitthvað Shit Nei, ég rætti það við Jón og Sigurjón í aukaþættinum í blöggastinu þá var ég að spyrja það bara á ég eftir að þroskast mikið núna frá því að vera 40 og þá til ég vera 50 þeir vildu menna nei, við verðum svipaðir núna næstu svona 20 ári Ég vona líka, út af því að það er svo rosalega til að menn, í gæðsölum þroskast, það er annað orðið bara að verða boring það er bara, ég vona að verum alltaf sömu hálfvitarnir þangað til við drefum Blöð var líka að tala um dæmi klæðina sko, við klæðum okkur eins og úlingar sko Þú ert sexy Þú ert alltaf frekar hugulur En ég fór að hugsa sko, þú veist ef ég var að labba núna í kringlunni bara eins og ég Það fara alltaf hliðina Þú getur ekki labbað í kringlunni Hættu þessu Já, það er loka, kannski Ég er að segja, þú veist, í joggurum með úið hárið og allt þetta myndi hitta jafnaldra, gamla skólafélag sem væri í þú veist, í jakkafötunum, alveg grettur Það er Dóri DNA með keðju yfir Hann er satt alltaf í fínum Nei, hann er nú alveg nettur Ég er að segja, með skjálatöskuna og allt þetta Skjálatöskuna Ég myndi að hugsa, helvítir feina Það er þá til Helvítir feina þurfi ekki að vera inn í jakkafötunum Það er ákveðast allt í henni hitt ekkert í kringlunni bara 1980 Það er ekki skjálatöskuna Það er rétt að sökka bara út í kringlu Þannig joggibuxum og ból En við rættum það líka um daginn hvort það var í blöggastuna hér en er ekki pínu skrítið, ég fyrir bara í skirtu ef ég er að fara eitthvað fínt út að borða eða Nei, mér finnst það bara mjög eðlilegt Ákveðið að fara eitthvað þú var ákveð öll í blöð a highly successful entrepreneur að dressa sig upp fyrir vinnuna mæti bara að þau var það fuck you want Þú veist það mjög huggulegur í dag Tekkjum ból og En byrju, ég meina skirtu hvernig, sko ég er oft í skirtum Já, eins og í gær Þú veist ekki samt skirtu, uppáhald skirtu það mínar eru skirtu sem eru með 2 vöðsum framan sem ég get gemt síman og Nico og allt þetta En ég fann þetta bara í gær, þá voru ég að fara út að borða
þá fer ég að leita skýrtu. Þetta ef ég að fara eitthvað aðeins, veist, ég má ekki lengur segja þess að ég veri old piece of shit fyrir að kalla þetta að fara út á lífið. Út á tjóti. Neitt út á lífið gott, sko. En þá fer ég skýrtu, annars ég bara í ból eða peysu. Það minnir mig á eitt spjall sem ég tók daginn, spjall. Ég var eitthvað bara í tölvun að vinna heima eða eitthvað, veist, og Eva Malin 9 ára, dóttir mín kemur eitthvað, og það eitthvað gæi. Og já, hörði, alveg rétt. Ég er ofta að horfa, þegar það er e-mailum, þú er ofta að horfa á gæði á YouTube sem er svona sína flott hús. Ég er gaman að hafa á kantinn, ég er ekki að horfa á það, en ég er að svara e-mailum. Bara fasteignarsali? Já, bara gæði sem labbar í flott hús, er að sína, þú ofta eitthvað mansions í USA og eitthvað. Ég er bara gaman að það. Er þetta bara MTV Cribs? Já, þetta er svo svipað konstant, bara ekki einhver celebrity svona, þetta er bara húsið er tómt, hann er einn að sína það. Og hérna, hún sagði, ég held að þessi gæði sé rich, akkurát, hann er í jakkafötum. Og hann er með flottan bíl og ég hugsaði, ég sagði henni, það er kannski ekki alltaf, ég sagði henni, það er ekki alltaf þeir sem eru í jakkafötum og eru flottu bíl sem eru rich. Bara, hann er í jakkafötum, hann er á flottum bíl, þessi gæi er rich. Og sagði hún rich? Ég var rich. Og þannig að það er svo þetta með að stressa þessu upp, þannig að þú lítir út fyrir að vera eitthvað annað en þú ert, sko. Ég man eftir því, strókar, í gamla dæmi, þetta vorum að, þegar maður mikið niður í bæ og svona. Að þá var gamla alltaf það er svona 5 ár síðan 5 ár? 6 ár síðan Ég er að tala um svona kannski 15 ár okay. 5 ár? Þú varst alltaf niður í bæ fyrir 7 árum Er það? Það er ekkert að Íslandi Jesus maður Þú varst ekki að skammast þeim fyrir það Ég sagði líka bara Jesus, það er rosalegt Flest allir sem ég tala við svona, já alltaf ég var niður í bæ svona 20-22 eitthvað Við vorum 35 ára Sko við félagarnir einu sinni minn vinahópur, þú veist, við ætlum miklu eldri þú Þú ert náttúrulega miklu eldri nefnilega, ég var ekki 35 Við vorum alltaf í jakka Ég er ekki mikið Það var 3 ár síðan ég hætti að vera niður í bæ Nei, sko Ég var aldrei hætti að fara niður í bæ Þú hætti aldrei Ég er að tala um að fara niður að vera bara Ég og Steindi vorum fullur í bæ föstudag og laugardag nánast hverja helgi þegar ég var á lausu Auðvitað Allavega, ég ætla að segja ykkur eitt og það var þannig að nú er ég að tala um fyrir löngu þetta er líklega búið að breyta þessu en þá var þetta alltaf þannig að þeir sem mættu í jakkafötum þá tíðkast að vera í jakkafötum muni ekki eftir þessu? Jú, ég var alltaf í jakkafötum fólk var alltaf bara við varum að stráka og það voru allir rosa fínir þetta er ekki enn í dag en þetta var þannig og þá man ég alltaf eftir því að þú veist svona við hiphop-liðið Við vorum oft í jakkaföt kosti ekkert sko Þú getur farið og giftið jakkaföt á 15 skall Þannig að það var alltaf svona dresscode Þeir fyrir ekki að dresscode og svo bara labbaði einhver inn kannski í 15 skrunu jakkafötunum Þú veist að jakkaföt geta líka kostað 500 en ég er að tala um bara jakkaföt er ekki dýr Einn jakki kostar meira Þú veist, eitt þykku jakki og svo varstu kannski í einhverjum buksum sem var eitthvað merki og einhverjum geðugum stregaskóm og eitthvað og kannski búin að eyða meiri pening í fötin og það lið mátti ekki koma inn muni ekki eftir þessu Já, ég man það að var dresscode sko Það er enda staðir með dresscode, við lentum bara í þessu í Berlín það er bara Já, þá þurftum við að heyra það þar allsbyrri til að komast dresscode er ennþá live in kicking þá þurftum við að vera allsbyrri í Hlíðará Lög keypti 12 pör af svörtum skóm Þetta hækkar alltaf það Hvað, endar þetta bara ég keypti 50 pör Ég hef aldrei séð neitt púla svona Þetta gleymist nefnilega oft Við erum alltaf að tala um söguna og gæinn hóta að drepa við með einu og allt þetta Fólk hefur heyrt þetta Ég nenni ekki að segja söguna aftur Við bara komast ekki að þín En þú náðir að kaupa Þú veist, 6 pör af svörtu stregaskóm kl. 12:30 nótt og það var ekki búða Þetta var bara þessi eini klúbbur Já, það var einhver búðna sem ég ætla að kaupa bjór fyrir okkur til að vera í röðinu Já, meina, hvað búð selur bjór og 6 bara sölublöðu að geta græði þetta Herru, síðasta slúrið við erum búin að tala svo mikið Komni yfir tímana? Já, mér finnst þetta merkilegt Sko, dóttir Frances Cobain sem er dóttir Kurt Cobain og Courtney Love Hún var að gifta sig og hún var að giftast syni Tony Hawk Þannig að það er alvöru celebrity babies sem voru að gifta sig Mér finnst þetta eitthvað merkilegt Ég sé að ykkur finnst þetta ekki merkilegt Jú Þannig að dóttir Kurt Cobain og Courtney Love var að giftast syni Tony Hawk Þeir eru þannig með celebrities að þú veist að þú sér ekki oft celebrity giftast lagamanni örsjaldan, eiginlega aldrei En þetta voru celebrity babies En það eru væntanlega þá, þú veist, þess vegna gengur þetta dröf líka Þetta er góða bútur Já, þetta var slúðpakki dagsins Fórum víðan völlátna en skuldum auglýsingar Og svo er það kortmyndur frekar og þær eru góður í dag Þeir eru að hlusta hér á 3 elstu mennina sem vinna á FM 957 En þeir eru stoltir að því
og kallast F95 blöð. Aron Kahn og Birnir með bakki kjút, drengir, þetta ekki Jú, geggjað. Við erum ekki með lengsta starfsaldur. Já, Birnir hann illa svalur, hann má það. Það er Ríkard Óskar sem er með hæsta starfsaldur á stöðunni 20 ára 20 ára, hann byrjar alltaf sem algjör bara góðmór á plani sko. Basically bara eins og eitthvað tyggjóklassa hérna sko. En síðan ótrúlega bara að vinna þessu bara from zero to hero. Ég elska þessar sögur á 20 árum. Það væri hægt að gera bíómyndum ferilinn hans Rikka á FM. Nei, mætti bara From zero to hero. Mætti sem bara algjör aumingi og svo nú hann bara á stöðum. Þetta er ekki heimildamyndið. Þetta minnir mig á hérna sáuði myndina með Vanilla Ice sem ég hétt Cool as Ice. Já, það er besta mynd ég sé. Þannig hann kom á mótuhjólinu og sagði drop that zero and get with the hero. Rosalega lína. Hvað ætlar að gera í því? Þú ert aldrei með hana í kvikmyndagagninu. Ég er bara, ég er bara að taka hana. Nei, það er örgulega einlýðasta mynd. Nei. Bara, þú tefnir bara eitthvað besta mynd sem ég sé sko. Nefndu mér aðra mynd. Já, hann ákvað að taka eina, hann átti nóg til, teka eina mynd og ég sæna mér svo bara út. Hvernig haldið að staðan sé á honum í dag? Hann er set for life? Já, lægir. Eitt lag og bara set for life. Er það bara nóg? Já. Hann var að deyta hérna Madonna. Já, ég meina, hann er skellihlægandi sko. Hefur hann að fá hann í spjall? Vanilla Ice Network 23, heyrðu, hann er með 13 miljónir bandaríkjadalega. Já, það var milljarðamæringur á íslenska mælikvarða. Það bara einn hittara. Já, þetta var engin venjulegur hittari sko. Hörru, talandu sexy gæja á hittara. Ég var á gluggalösu skrifstofunni í morgun. Kemur sexy boyin hérna er Rúrik my client. Það eru að loka þáttunni á þeim í kvöld. Já, Sturlull er Ice Guys skemmt með lengi og hvað sagði Rúrik? Sem kemur sexy boyin og það ég er að smíða fyrir hann bodybuilding program og það er alltaf að vera 5%. Það getur ekki leyft sér að fara upp í 12-15% og svo hann er alltaf að vera klári í myndatöku bara daginn eftir að hrinda í hann. Bara þetta er lífstillin, þetta er vinnan hans. Já, herru, Síðan er ég bara að segja hvað þú var að gera. Ég er bara hérna þetta er bara alveg rútína af mér sagði ég, bara clients, bara hjálpa fólki að koma sér í form og eitthvað en þú. Ég er að fara hérna í Halloween plum á þriðjudaginn. Það er hindar rosalegt. Hann er að fara að fljúa til New York þar sem hún er búið á Halloween party. Svo ég sagði bara hvað þú var að gera. Ég er bara að fara bara hérna döma hann í bíó í smára bíóðu kvöldi. Heidi Klum hérna, ég er að veist hvað Heidi Klum Steindi veit ekki hvað það er. Jú, ég veit alveg hvað þetta er. Sko allavega hann er að fara að fljúa til New York. Já, bara enginn annar á Íslandi þekkir sko. Og Heidi Klum vill bara fallet fólk. Þetta er þannig partí sko. Það er ekki hestljótur hann inni því miður sko. Það er ekki að vera leðalögur. Það er ekki þannig partí. Eigum við ekki breykfélagin? Mættu við fara? Þetta er bara ekki þannig partí. Þetta er hestljótir félagin. Það er ekki bara aðeins above average. Ég veit ekki. Það best hérna líka. Já, en við ættum allavega ekki sens. En ég hef gaman að þessu spjalli. Hann var bara leiðin til New York í Halloween party og Heidi Klum. Og droppaði því bara svona eins og væri að fara til Kolb í badnafél eins og þú. Mér varst ekki þetta er bara eðlilegt fyrir. Hvernig fær hérna til dæmis Rúrik boð í svona? Er það bara einhver umboðsmaður hans bara heyrðu það að leita fallegu fólki? Hann er bara orðið það stór alþjóðlega klúmild sexy lið. Það sem við. Og hvað er fyrsti gæðin sem bókar þá? Sexy boy. Rúrik. Það er til helviti mikið að myndalegu. Og ég segi ok, út sokkað með þessi gæði myndalega Rúrik. En ég er bara ekki að leita að því sko. Það er erfitt. Ef einhver út er hlusta veit myndalega gæðin Rúrik og getur sett sokk í mig, sendi mér það. Matthew McConaughey. Varst að sokka með smá hatt. Geggja svar hjá blöð. Náttúrulega tannum. Þú veist svo villus. Við erum í kortmyndur frekar og það sem ég fíla við það eru ekki barnalegar í dag. Því að talandi blöðkasti sem kemur á Vist það skemmtilegast að vera barnalegar? Þriðjudaginn og þá kom spurning þar sem að það dó einhver inn í mér eftir hana. Fólk heyrið það bara á þriðjudaginn. Og Jölluvalli. Og bara hvað þyrst fyrir mikinn pening Nei, fólk sér þetta bara. Þú varst að tala eftir þátt að mögulega verið career high. Ég held að þetta er besta sem við hefum gert fyrir þessi þáttur sem kemur á þriðjudaginn. Ég sagði líka við þig blöð að þú ert að ná á botninum hérna með það er föstudagur og allir í gír og ég ætla að fara í kortmyndur frekar. Við tilbúinir? Fyrsta spurning, kortmyndur frekar og þetta er tvískipt á ykkur. Aldrei tala ensku aftur eða aldrei fara í tölvuleiki aftur. Þetta er sama spurning á þig, Egill. Aldrei tala ensku aftur eða átt vinna við þetta. Ég veit aldrei tala ensku aftur. Þú náttúrulega tala alltaf ensku, ég fatt það núna. Þú tapar einhver á þessu. Speak fluent English, you know. Þú ert bara Er tölvuleiki það mikilvæg fyrir þig að þú myndir frekar hægt að tala ensku? Já. Málega að skilja það ekki. Þannig er erlendist. Það er svona, seg mér, nú fólk sér mig ekki en
ég að gera svona bara hamburgara þú veist, ég má alltaf ekki segja neitt bara þessu myndi tala fyrir mig en þetta myndi ekki skipta þeirra en þetta er aldrei gaming með okkur gæjum og það tala ennsku út af því að þetta er alltaf íslenska alltaf bara landaköðs og íslenska finnst mér ekkert eðla leðilegt tungumál sko. Hvenær talar það svona ennsku ég vil óskast bara að Ísland myndi að taka ákvæður við switch alltaf Ísland þætti bara allt sem þú segir það kemur bara í tilkynning og við erum hættir í íslenskuna ég geti óskast að Bubbi Mortens myndi sitja á hliðina það myndi textar í lögum eru skemmtilegri það er allt einhvern veginn meira cool meira svalt mennaru eins og við segjum á íslensku þannig að sko en að móti kemur að sko liðið þú mátt vera í líkamsrækt geðliðið mitt er rækt þú mátt ekki fara og lifta sjálfur það er eitthvað rugglaður það er að sé ég liðið fyrir sko þá eru að hætta að tala ennsku en mætti ég tala flíka en væri þetta léttara fyrir ef ég myndi spyrja hvort myndir að hætta að tala ennsku og hætta að spila tölvuleiki ég er 60 blöð sko 60 ég veit að Sverri Bergmann er að hlusta og mér maður að senda hann líkið með lestur í kvöld en sko málið er að það sem eitar að gleyma ég meina þú veist eins og hann er mikill áhuga maður ég meina það er henni komið það er ekki tölvuleikur ég myndi að leifa það já en þú sér að Meta var að gefa út með Ray-Ban nýju gleraugun þú kom með PlayStation 5 og ég var alltaf að senda á þig hendur þið er alltaf að spila eftir 9:30 kvöldin en meðan fólk er svona þetta er aldrei verið með nei hvað heldur að ég sem að spila hvernig á ég að spila á 6 á mótnana þú veit að spila eftir 9:30 kvöldin það er eini tími sem ég málar ég elska að tala í síman það er það sem ég lifi fyrir það sko það ringið mig 21 síndvölu sérfæði það er Stendur Junior og Sverri Bergmann og svo ég Sverri Bergmann viti hann er að leika sér að það ringið mig stundum ég sé það bara að ringið í mig nú var hann bara að ringja til að pirra mig og veist ég kannski bara klukkan er þessi 8:30 búin að setja veist ég bara setja upp í sofa heima Sverri Bergmann innkomin kóð það er ekki topic of discussion það er samt erfitt fyrir að geta aldrei talað í símatur nei en málið þá myndi allt færast yfir að Messenger sem myndi henda mér helvítið vel sko. en þú mátt ekki taka símdal þar nei, bara spjall mér veist bara, það fer svo mikil tími í Messengerin að sko, þú veist, ef við þrýr erum að plana eitthvað að gera eitthvað, þá ertu kannski klukkutíma Messenger í staðin fyrir 2 mínúta símtal já, ég er svona, ég er meira Messenger megin hvað er leiðileg en símtal? ekki, nei símtal, ef þú ert í bíl, þá er það ekki og situr í bílnum, þá hefur ekkert betra að gera stundum heldur en að taka, enda ég hef rætt að ég er áður, ég þól ekki þegar ég ringi eitthvað og hann svarar ekki og svo er ég komin heimtímin og þá ringir hann þá bara sleppar svara ég saknaði þess nefnilega sko þegar ég reykti þá var oft bara kveikti ég mér í einni og settist niður í sófa og hringdi þá varst að gera eitthvað skemmtild á sama tíma hvað reykja? það var skaman að reykja þannig að gera það sammi þegar og ég segi mig að ég þarf að taka 2 símtöl sem ég hatt út á lífinu það sem ég gera þá, ég segi ég ringi í þig klukkan 14:02 þá er ég að labba á hlauparöttin í sporthúsinu í Halla, 10 gráða halli, hraði 5 tek símtöli burning fat með að taka símtöl þannig ég er að gera eitthvað skemmtilegt á sama tíma það er saman með þig og reykingar stundu tók ég stráka 2-3 og bara settist niður í góðan stól 2-3 rellur og hringdi og svo bara sko stundum bara fekk ég mér 1 keks og ég geti fengið mér 4 bara eitt svona bara því að varst að borða til að geta fengið 4 réttlætt að þú færir alltaf inn eftir mat sko en þú ert að reykja sko en veit bara ekki núna og hringir nei, þetta er ekki sama stemningi sko ekki? Ég á einu spurning mér stöður bara að reykja aftur Nei, besta sem kom fyrir hann hætti Mástu hvað hann var sexy með vindlana í Berlín? Nei, þetta var ekki neitt Já, ég er með útlandavindla Ég er í útlandavindla Sígarettu líkta á honum alltaf Já, þegar ég reykti Mest að faraði vel Já, ég líka reykti í bílónu Ég reykti allstaðar Hvort myndið fyrir eitthvað drengir brjóta alla puttan á ykkur eða fóbrjóta pappikar á báðum Þessi kom frá Sveppa Ég fekk smá hjálpan í lógina því ég var alveg tómur Sveppi er náttúrulega bara Þetta er svolítið Svepparspurning Brjóta alla putta á okkur eða brjóta lappinnar á pappaðinu báðar Já, það er náttúrulega gengur ekki að gera það sko Kom álega pappas eigin sér náttúrulega blikkari sko En þú tekur alla puttana þína Já, þetta er alltaf vesen Já, þannig að þú tekur það frekar Brýtur að fyrir alla puttana Já, menna, hversu fljótir eru þeir að gróa? Er þetta ekki alveg 2-3 vikna dæmi eða? 2-3 vikna? Já Nei, ég verði ekki miklu lengur en það Beina gróa Ég meina, þetta er minni bein Þetta er 6 vikur 6 vikur, já Já, ég meina Sko, ég ætla að vinna mín samt e-mail Þannig að ég er out of the job Ég er out of the job Out of the job Og pappi líka out of the job Ekki að brýta sköflungan á hann Þá getur hann verið á njánum að blikka Er það ekki? Já, sko
Sko, þetta er ég eðlilega að teka á mig puttana. Já, þú getur líka bara að brjóta pappa. Þetta er minni bein og ég veit ég lærlegur og brýtur, þetta er stærsta bein líkamanns. Ég var ekkert að tala eftir að brjóta lærið á pappa. Hvaða lappir ástu að tala með þá? Hvað hérna, tanna það? Það brjóta lappir. Sveppa á þessu spilni. Sveppi, varst þetta skamma? Ef þú tekur báða leggir, sko, ég vil never dansa again, sko. Það gengur ekki. Talandu að dansa. Fólk að fara að dansa 16. desember í Sjallanum. Ég get lofa því miðasala hefst eftir nákvæmlega viku á tix.is og já, þar verður þetta lag til dæmis. Besta lag sem ég heilt. Ef það fólk reyka fyrir norðan þá það rúnda. Ég get staðfest það. Besta lag landsins. Besta lag landsins. Í dag. Ég veit að Pretty Boy eru reiður núna, en ég elskar lífuna, það er þetta er reið. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl. Það eru Túborg Léttöl og talandi Túborg Léttöl og þá jólabjórin eða snjórin fellur næsta föstudag. Fylgist með því hér í FM 95. Leikir helgina á mínu liðum. Ef þið að fara að horfa á körfubolta í kvöld þá getið að fara í Keiluhöllina. Það er Tindastóll Valur. Svo er það Manchester United, Manchester City á sunnudaginn og dappað í Keiluhöllina. Byrjar Hester inn á? Hester hefur ekki spilað með Tindastóll held ég í 6 ár og var í Njarðvík síðast vissi en held ég bara í Bandaríkjunum í dag. Gestur til okkar, eina af okkur uppáhalds Sturlu sönguna Dilljá, verður velkomin. Hello. Ok, gaman að vera komin. Gekkja að fá þig. Já, takk fyrir að fá mig. Já, bara gekkja að fá þig. Sorry að ég mætti ekki í seinustu viku. Já, þú áttir aldrei að geta verið. Nei, alls ekki, sko. Það var skeitað á steinda, sko. Já, en þetta náði svo til mín, sko. Ég verð að segja eitthvað, strákar. Sko, ég er búin að vera í algjöru rugli eftir þetta. Sko, aðfaranótt miðvikudags, þá vaknaði ég tvisvar um nóttina og hélt ég var hún á sein og sko rauk fram. Dilljá hlýtur að fara að koma hérna eins og bara var eitthvað auðvitað. Við erum kíkt aðeins á skilabóðin. Hvað stendur? Þetta er 2007. Steindi er hraðurles skilabóð, sko. Það les svona 15 gott orð, sko. Og ef það einhverju gestir sem er á leiðin í FM 95 Blu, hafið þið samband um mig. Sendi alltaf á Blu. Ekki Steinþór Hróar. Ég elskar þetta lífunu en sendi á Blu. Já, það er kannski öruggara. En hvernig, fyrsta spurning er alltaf bara hvernig ertu? Ertu ekki í gír? Jú, þú ert alltaf já, örgulega. Ég er í gír. Ég hef aldrei verið betri, held ég. Það er gott að heyra. 4 í gír núna. Og nýtt lag kom út. Ó já. Það kom út nýtt lag í dag. Og það heitir Say My Name. Yes. En hvernig eins og bara venjuleg dagur hér, ertu að vinna bara í tónlist eða ertu í öðru eða? Ég fer mikið í ræktuna. Ég heng þar mikið og svo er ég mikið að gera tónlist og bara eitthvað svona skrifa eitthvað og svo er ég í smá skóla. Ég er í 1 til 2 áfengum í senn í háskólanum og ég er að fara að klára BS gráða í sko að minnsta kosti 5 ár sem er mjög mikið sko og mjög langur tími fyrir BS gráðu. Hvað ert að læra? Sjúkraþjálfunarfræði. Vel gert. Styttir tíma en allavega fyrir okkur. Já. Okkur við hefum ekki gráðu. Þú ert ekki að vinna 9 to 5 eitthvað svoleiðis, þú ert bara gimmið og skóli og semja og algjörlega, bara halda mér í standi til að gera gott efnið sko. Varst þú á Pálmi að semja mest eða þeir eru bara tím eða ekki? Algjörlega sko. Samt er ég alveg líka í sko öðru, ég er líka bara eitthvað svona sjálf að bara skrifa alls konar, bara svona drasl sem er alltaf að koma út bara til að halda the creativity going skilji. Og svo er ég í hljómsveit og Hvað hljómsveit þetta því? Hún heitir sko Nýjósín og við erum að vinna í efnin okkar. Það kemur út í vetur eftir jól. Spilar hann hljóðfærið? Þú náttúrulega aldrei komið í FM 95 Blu. Nei, þetta er huge. Þetta er sko klikka. Ég er búin að hlusta á all þættina bara 6-7 ár og ég var sko ég var að kaupa í seinustu viku ég veit sko, ég er alltaf sen, ég var bara miklu þetta smá fyrir mig sko. Ég var að kaupa aðgang á blöðkastinu þannig ég er að borða katalógin núna. Það er ekki aðeinslega næst, ég þarf ekki að hugsa. Ég er bara alltaf með blöðkasti. Bítast í þættinum næsta þriðjudag þegar við tökum Halloween þáttinn þegar það Steindi prumpubladra og Blöð hvar er Valli með Jöllur. Þú er í alvöru veislu á þriðjudaginn. Þetta er bara þetta ræðina það kemur á þriðjudaginn. En hvernig fílar bara svona nýjast en við höfum náttúrulega ekki hitti eftir Eurovisiona því að þú er nú ekki komið til okkar. Hvernig fílar það allt saman? Var þetta gaman? Þetta var ógeðslega gaman sko. Myndirðu að gera þetta aftur? Já. Hvernig er tilfinningin að labba á þetta svið? Sko Varstu stressuð?
Nei, ógeðslega skrítið. Ég varð bara eitthvað svona ónæm. Þetta var eitthvað með það svona klikkað að þetta eitthvað með svona fór heilan hring. Veit ég hvað við? Já. Þetta var eitthvað með minna scary en að vera bara eitthvað. Þannig að þú veist nýtt stressið bara í kraft bara. Já, algjörlega. Þú veist, ég náttúrulega auðvitað þetta skipti mig ógeðslega miklu máli, þannig að þetta gaf mér alveg, þú veist, bara orku til að gera mitt allra besta, en þú veist, mér leið performance sem var geggjaður. Já, takk fyrir. Sturla. Mér leið bara ógeðslega vel allan tíman, sko. Mjög öflug live, sko. Já, það var líka að pakka sér saman á Íslandi. Það átti bara engin annan break, sko, eftir það, sko. Takk fyrir það. Það er bara hann. Já, herru, sko, hún tók með þess að rúndaraninn á djörn fannst mér það töffmaður. Það er geðveikt. Við vorum á, hvað heitir þetta? Fiskidagurinn? Það er sko Fiskidagurinn á líklegast eina söngkona sem getur náð viðlagin í rúndaranum án þess að vera með autotune-græðu. Já. Ég var aldrei heilt manneski fara svona hátt upp. Það var náttúrulega sko, glemist að Fiskidagurinn, það voru sko meira en tvöfalt fleiri að horfa á okkur live þar en í Eurovision höllinni sko. Þannig að Fiskidagurinn er hérna alveg bara það næst stærsta sem ég hef gert að æfa mér. Svo er þetta þriðja, að ég er í FNÍ það er klikkað. En ég verði að spura það einu, ég ætla að byrja að sko tala við strákana með finnska lagið sko löng bara þegar Eurovision fór í gang bara löng morgum mánuð áður keppnið var byrjaði að peppa finnana áður en vinsælir til að gera langa sögur stutta þá setti ég fullt af pening á fyrir það var eftir á sko þú vinnur ekki öll bett eina sér þetta hittur þú finnana hversu miklu meistar er þetta svo skal þetta 10 hann er bara geggjar hann er ógeðslega næs hann er fyndinn og sniður og hann er náttúrulega ekki alveg kökuruglaður, þú veist, face to face hann er á samfélagsmiðlum en hann er samt alveg hóflega ruglaður, sko, það er ógeðslega gaman að tala með hann. En Loreen, heitir hana? Já, og var hún dæns? Það fór smá eftir dögum hvernig hún var en svona í heildina Þú ert ekki að segja hún sé asshole? Nei, alls ekki, hún var ógeðslega næs face to face en svo í svona sumum settings þá hérna Já, hún er líka bara eitthvað, henni var spáð segir og eitthvað, ég get ekki þetta. Hún er sko, finnanir unnu sko, the general public, þeir unnu símakostningunar sko. Já, rústaði það ekki. Það er svo mikil bitur ekki að rústaði hann ekki bara símakostningunar. Jó, bara allir sem hringdu inn kösu tjatja. Já, hann líka átti salin sko. Stemningslag sko. En nýjasta lagi, Say My Name minnum hann strax á Destiny Child. Say my name Já, þú munið það sem er líka rosalega. Hvernig er sko, nú er ég viðkynna ég er ekki búin að hlusta lagið, við erum að spila áttu ykkur að sögu á baku lagið? Já maður, ég þetta er þriðja lagið sem ég sem heitir Say My Name, það er uppáhaldssetningin minn að einhverju ástæðu og ég basically áttu 3 lög sem heitir hana saman? Já, en þú veist bara eitt af þeim er að koma út það er geggja koncept eða þú veist, kannski ætti ég bara að gefa þau öll út og það er ógeðslega skrítið að ég er búin að gefa út 5 lög og 3 af þeim heita Say My Name það er ekkert það öll lögin eiga bara heita og sama artwork, þannig að fólk er alltaf að skrolla myndið að finna sitt lag hérna. Já, þetta er góð hugmynd sko. Já, þetta er hérna sem sagt, ég og Pálmi vinnum þetta saman og þetta er bara það að vera ógeðslega hrifin af einhverju manneskju þannig að þið finnst allt sem manneskjan gerir geðveikt attractive og já. Ok, og er einhver þannig manneskja í þínu lífi? Sem vorst að semjun? Já. Ok, þetta er á því stigi. Já, er þetta samið þá manneski algjörlega með í huga? Svona, já Ok, veit þessi manneski á sig að þrifna á henni? Nú er ég forröndin maður, við erum að tala við Það er vákvæður að svitna mikið maður Það er ekki bara gaman að koma Þetta átti að vera gaman Já, en bara talandi um gaman, það er æðislega að fá þig Þú ert svo bara hress og skemmtilega, það næri yngur átt Viltu kynna inn lagið? Segðu bara núna að ég heiti Diljá og þetta lag heitir Yes, ég heiti Diljá Þú ert að hlusta á FM 95 Blö og þetta er lagið mitt Say My Name Sýkkulega gaman að fá það Snillingur Pretty baby Hér með alvöru lag Say My Name Hún er mikið lofa okkur því að þið verður ekki að heyra þetta í síðasta sinn Eðlilega góð söngun Já, hún er ógeðslega skemmtileg Hún er svo fyndin maður Og eins og þú varst að tala um hvað og fer hátt mega og sko Það er svo gaman að fá svona lið sem er genuine lífsglatt eins og hún er Væruð þið til í, strafgar, núna smá myndið fyrir Cash óvænt, hvað mynduð þið borga mikið fyrir að geta sungið? Þá er ég að tala um almennilega eins og bara hún Ég minnst bara gaman að geta hlusta að fúsi kann að syngja og fæða mér að cold refreshing beverage Myndur ekki vilja Akkur þar ég sjálfur Myndur ekki vilja geta hendur upp á svið
og tekið bara svona. Ég gæti það, en ég get setið með Berbridge og hlusta á Sverri Bergmann og Jóhann Guðna Diljó syngja og have a hell of a goddamn time sko. Ég er líka búin að segja ykkur það svo ofta að ég er þið svo óþólandi ef ég væri góður söngur. Já, það bara færið þér ekki. Þú væri hraðlustina og nanosekund. Nei, ég fær ekki hraðlustina, ég væri bara alltaf að syngja, það var alltaf konum með leið á það. Það væri basically ekki hægt að fá ég og Íslandi út af þér. Þú verið ryksuða. Jæja, þetta komið þangað. Við skulum fara King of Halloween, það komið að því. og ég er með amazing twist. Sko, ég er að fara að King of Halloween og svo til eftir í endamáli og þannig voru ég búin að sko, blöð getur núna ekki ít á grænartakun og köttað á mig því að Overtune sem er basically bara eitt besta tónlistarapp í heimi í dag. Ég elska gáfaða Íslandinga sem eru entrepreneurs og til að taka sjens á sjálfur sér og það eru meistararnir með Overtune og þeir eru að nota AI. Við elskum AI, við tölum reglulega AI í blöðkastinu. Ég veit ekki hvort ég elski það, ég er hrættu það. Ég elska þá til að drefa mig, þá til að bankar heima á mér og drefa mig, þú veist, fram að því ég elska og þeir sko eru að nota AI og Kári Stef, okkar besti maður sem fengum í spjall, þeir eru búin að setja hann inn í lag röddinn hans með AI Þetta lag er sturglað, við spinnum það hér bara strax eftir spurningkeppnina. Lag með þessu meisturum í Overtune og Kára Stef, hann syngur ekki í þessu lagi, hann Kári heldur þetta AI generated. Kári sem getur svo bara ákveð hvað hann gerir í því ef ég þekki þann töffar rétt og kveikir að setja sík og bara heldur áfram með líði sko. Þannig að spurningkeppnin er að klára hana og svo förum við þetta lag og það er King of Halloween. Verðstunum með, hafði þetta svolítið smekklegt? Þetta er mjög smekklegt og ég hend árum síðan á Írlandi. Þannig að þetta kemur ekki frá Bandaríkjunum? Þetta er sko Nú er ég að læra. Er þetta störtlaða staðarindir? Pínu, hefur verið, sko, þetta byrjaði í Írlandi sko, síðan Kanin pikkaði þetta upp og tók þetta á the next level, það sem Kanin gerir vel en þetta er frá Írlandi. Hefur þú verið mökkaður á Írlandi? Já, við vorum bara daginn, fyrsta sinn. Þið voru fullir þannig að Ég hef verið áður. Steindir að vera mölvaður út um allan heim. Málega Dublin. Það verið fullir allstað. Málega Dublin, eina mínum uppáhaldsborgum. Og það út í 1,5 tíma að fljúa rúmlega. Það er rosa að fljúa bara til Akureyrar. Þið voru ekki líka mökkaði með The Richards í Írlandi? Það er ekki gaman samt. Jó, frábært. Sko, það er 1-1. Er þér boðið í Halloween party Heidi Klum? Nei, ég fekk ekki boð. Það er bara Rúrik. eins og orðaði svo fallega á hann, það er engin hestljótur þar inni. Og er ekki eitt ljótur gæði í þessu partí. Ef þú setur á þig hatt og hvítan hanska, lítur þú nákvæmlega eins út á Michael Jackson. Nei, rugglaður. Maður sem fór í sko, að líta aðgerðir eða bara eðurlega andlit á hann, ég það voni lítið ekki að það nú. Þú ert andlit Michael Jackson á Íslandi. Í svona 100. sinn, nei. Það er ég ekki að segja það. En byrju, hann sagðist ekki að fara í neina aðgerð. Það er eitthvað rugg. Nú, það sagði það ekki. Það sem er, ef þið vilja aðra sturla staðnind inn í spurningkeppni Gilsannars, það sem er vont við þetta er að pappans eðilaðan. Hann var alltaf að segja að hann væri svo ljótur og hann segir einn mesti viðbjóður sem ég segir, þú sér svo ljótur. Já. Ísas maður. Já, það er weird. Fóröldur hans eðurlegan. Það er Michael Jackson þó ég kunni að múnvaka sko. Þú kannt ekki út geggjaður í því. Ég myndi segja að ég er að fá stegarnin. Þú varst í höllinni, þú kastaðar hattinum. Ég er með það á 50. Okkur ekki ég þarf að posta því. Herru, haltu áfram með spurningakeppnina hérna. Ertu frægasti búninga partíkall landsins? Búningapall, það er neitt sem þú vilt ekki að festa. Alls ekki. Ég sé búningapartíkall. Sjóman er svo pervert. Hann hefur haldið svo milljón búningapartí. Já, þú veist, það er agalegt að vera samt helsti búningapartíkall landsins. Getur ekki orðað þetta betur? Getur ekki frekar sagt bara hefur það haldið besta búningapartí landsins? Það er rosa. Ekki verið eitthvað frægur búningapartíkall. Það er bara gengur. En jú, svona það sem þú ert að reyna að segja, jú, ég hef haldið nokkur búningapartí, mjög gaman. Og þarf að bara hendi nýtt. Já, ég fæ ekki stiga það. 4 eftir. Ég kom yfir. King of Halloween. Gera gellur með grímur þig horny? Nei. Gellur með grímur? Bara, ég held að farið það bara svolítið eftir hver er bak við grímuna. Ég held að Rúrik mun sjá svolítið þannig í Halloween partíð. Það er bara geggja gellur, geggja gæjar og fólk er með grímur, skilur. Þannig partí. Hann er ekkert að fara í eitthvað. Fyrst ég hugsa það er þannig partí. En ég get alveg lofað þér einu í þessu partíð sem hann er að fara í. Það verður enginn í Captain America búningin sem þú ert í. Þegar það er eitthvað alvöru sem á pening, þá fær hann sér alvöru búning. Búningur þinn er eins og náttföt. Já, samt kostaði hann svo jari, sko.
Og Jaris verða á sem Captain America búning sem ég kefti sko. Var þetta ekki að prömpa það? Hann var bara á 13-14 ára skall. Já sko, gæði sem að partybúða núna hann er ekki andanum og hlátri sko. Ertu það huggulegur í búning að þú nældir þér í frúna þegar þú varst í búning? Nei. Þú varst baðvörður stendi. Þú tótt í búning út baðvörður. Búning? Já, þú ferði hún galla og með flautu og svo með hatt þetta er búningur. Það er flýspils. Ég var ekki venjulegum fötum. Ertu ekki að rugglast á baðvörður bara á strandu? Búning með flautu? Þetta segir mér varstu bara í gallabuxum á ból. Ég veit aldrei það. Þá sér ykkur á línunni úti. Þá íti ég bara takka þeir fyrir ekki að hætta að hanga á línunni. En málega þegar ég var að vinna við Turni, það var sko það var Hopna líka reglulega þar eða ekki, eða þú ert dottið út. Nei, það má ekki. Þetta má það ekki. Ég er svo nájar eins og þið vitið. Það var alltaf einn eldri kall sem mætti og hann var svo lengi, hann tók eitt svona syndi, svo var hann ógeðslega lengi þannig, bara hálfa mínútu kom hann upp úr og syndi næsta og ég var alltaf hálfnaður í stegan, horf út, kom aftur upp, alltaf að fara niður sko, að tjekka á hann sko. En veit þið sko, þú mættir í vinnuna og þú þýttir að fara í einhver föt, sundlu að varða búninga það ekki? Nei, bara ból, ég var bara mínu buxum, mínu skó, bara ból. Já, ég gerði punkta 2-2. Takk. Þú varst í búning þegar þú kynntist konunni Agli. Ég með sínist að síðustu tvær ekkert svo. Já, taktu bara aðraðra. Hvor er skárri? Ég er svona að sé það svona, ég hef komið líka, ég hef 2 bjórar komið í mig þegar ég sá þetta held ég. Það er bara weird. Tökum við ekki bara að fara í lagi. Tökum við sem eðlilegri. Og þú fekk Stífan. Hæ? Að því ég fekk hvað? Ég sagði stöðumálu verðu sektaði og fekk Stífan. Hvað? Hver segir svo? Það er bara skrít. Ertu 14 ári? Okkur er ég svo gott að með kameru inninni því að andliti fóra af stund. Ég hefði ekki fyrst hvað það sagði þessu sko. Þetta var svakalega skrítið. Það er mjög spes. Þú getur unnið þetta og treinskil núna og lígur ekki. Það er 3-2 og þú er King of Halloween. 100% treinskilin, bara nei. Eðlilega ekki. En baðstu númer? Já. Og eldir hana sem er eiginlega meira skil. Nei, það gerði ég ekki. Viltu hugsa þetta betur? Það er döðafæri? Jú, keyrður ekki eftir hins, það er það ekki? Nei, ég bara keyrði og ég segir eitt fyndi, Steindi sagði mér þess að sög hvort það var í Vestmannum bara daginn held ég. Já, þú áttir samt ekki að segja að nú fer Egill að hlusta á söguna og þá fer hann að Nei, hann sagði mér bara nákvæmlega hvernig það var. Handbremsur beigði eftir henni. Nei, bílinn var bara gillaður sko. En við skulum ekki tala með það. Sko, þetta er, við förum setni þetta. Nei, við förum ekki. Lög challenge að skína, myndi ég segja þar inni. Fjárfestar í Overtune eru meðal annars fyrir framkvæmdastjóri Sony Music, Sony Mick Jagger og stofnandi Guitar Hero. Þetta er The Smart Money sem er hann inni. Getur maður náði í appið? Bara get ég farið núna að ná í appið? Af hverju er ég ekki með þetta app? Það er bara hægur. En nú, og þú að gera núna, þú hlusta á þetta lag hérna og síðan kemur það á vísi og þú hlusta á again and again and again. Já, en ykkur uppi virkar hann. Og með alls konar eigaði röddum, það er fleiri raddir en inni svo getur, þannig að þetta er mjög skemmtileg tækni. Þeir eru með Trump, Kim Kardashian, Peter Griffin og munum bæti. Ég ætla að setja Kári Stef. Tjekkið á þessu. Takk. FM 957. Það er hárétt, það eru Dynout og Loop sem að færa ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Við minnum á gafabrifin frá Dynout. Það er það nýjasta og ég held að það sé bara alvöru jólagjöf líka, drengir. Er það ekki? Við getum nýttið á alla veitingastæði og ég veit ekki hvað og hvað. En við erum, eins og við sögðum í byrjun þáttar, það er gestagangur í dag og við erum með rándýran gest hér í settinu núna. Það er ekki dýrari maður. Nei, já, ef ekki bara besta fótbolta, hvað segir maður, fótbolta kona Íslands í dag. Sveindís Steinn, verður velkomin. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Þú varst að segja að hann verið stressuð. Það þarf ekki hér í FN95 blöð, ég get lofað. Það er ekki stress. Ok, það er nú gott. Já, sko ekki bara fótbolta leikmaður heldur orðin rithöfundur. Heldur betur. Til hamingju með bókina. Já, til hamingju með bókina. Já, takk fyrir, takk. Sko, og talandi fótbolta, það er landsleikur eftir á móti Danmörku. Það er svona að segja með pínu og sért ekki að fara að spila fyrst þú situr hérna með okkur og það er klukkutími í leik. Já, akkurat. Ég er eitthvað mitt smá en þetta er alltaf að koma. Ég er komin afturvonandi bara fyrir næsta landsleikkeppni. Ok, hvað ertu tóknuð eða? Ég var með smá meðsl í hnénu. Ég var með rifu í hnésinni. Ok. Já. Og hvernig ert það fílaði úti í Þýskalandi? Bara fínt sko. Já, þetta er ekkert eitthvað besti staðin til þess að vera á. Ég er í Wolfsburg. Já. Ekki skemmtileg borg eða? Partibærið það?
Nei, ég get ekki sagt það sko Og lítill krútlur þýskubæðir Svona þessu Akkurat. Wolfenbüttels Við vorum í Jagermeister Já. hérna Ég kíkti hvað þetta var langt frá mér Já, betur, þú ert að kikka í kastalann Það var bara eitthvað hálftími eða eitthvað What? Þú ert að fara í Já, ég hafði að koma með Þetta henda þér yfir, taka nokkuð jager og þetta var sko, við vorum í jagermaster kastala sko, þetta var rosalegu staður. Ef þú ert með svona óskum að eyðileggja feriliðin þá hangir okkur í Þýskalandi Já. Það var það búið þá er ekki hnið En þú ert alltaf verið rithöfundar við fyllir Butturgjöld að verið haldið því áfram Já. Fyrsta bókin Ég held að við höfum farið í yfir 30 staupa manna þarna sko, það er basically sem ferð sagði okkur samt að Við tórum Já. En hvernig, hérna, svo við klárum leikinn hvernig fer leikurinn eftir? Eru ekki að fara að vinna þetta? Jú, ég held það 2-1 2-1 okkur Já. Við erum hvað, með 3 stig eða þið eru með 3 stig og þær eru með 6 stig ekki? Já, akkurat Já, þannig að þetta er mikilvæg leikur Já, mjög mikilvægt sko. Hvetjum allar til þess að henda sér á völlin Já. En hvernig veistu hugmyndina að vera a rider? Hvernig poppaði þetta upp? Ég bý í Wolfsburg og það er ekki mikið að gera Þannig að þetta er eitthvað Bókin heitir Sveindís Jane, saga stelpu í fótbolta Já, Akkurat. við erum allir konum með árita hérna og hvað hvað fjallar bókin? Þetta er sem sagt, sko, þetta er alveg sannsögulegt Þetta er bara frá því ég var yngri og bara þegar ég er að byrja í fótbolta Ég byrja frekar seint þegar ég er 9 ára Okay. og svo er þetta bara svona einhverja atbyrði sem hafa gerst Já, þannig að þetta er sannsögulegt eiginlega Já, en í bland við svolítið svona já, bara til þess að spæsa upp hlutina Það lítur vel út bókin, hún geggja hérna Hún er nokkuð massív líka Þetta er ekki eitthvað svona, þú veist þessu gristlingabækur, bara 10 blaðsíður og hvað Þetta er alveg þykkt í þessu Já, Fannst þér gaman að skrifa? Já, þetta var skemmtilegt sko. Þetta var í samvinnu með honum Sæmundi, útgefandunum mínum þannig að við gerum þetta svolítið saman Ok, geggja Það er skemmtilegt verkefni Og er hún komin út í alla verslanir? Nei, hvað er þetta viku, 1,5 cirka En það er hægt að kaupa hana á sveindistein.is Já, og svo er útgáfuhóf á morgun í Smáralindinni klukkan 2 Og allir velkomnir Allir velkomnir í Pennanum Eymundsson Fá árita eintak og svona stemning Já, ég ætla bara ekki að gera það að koma með strákunum mínu átti ekki að vera gaman Þið skemma partí Það var gaman þannig Það væri ekkert eðlilega að fyndi Þetta var Mateo í gýr En sko, alltaf við fáum gesti í fyrsta sinn þá henduðu mér hraðaspurningar og þú ert ekkert að stressa því þú ert basically bara að segja það fyrsta sinn þetta er í hug þannig að það er ekkert rétt eða rangt svar í þessum Ertu ready? Bara svona hreinsa hugann Ok, uppáhaldsmatur Pasta, hvað fyrir mest í töðuna þér? Vá Ég veit það ekki Bara að vakna snemma Vakna snemma, ok Draumaliði til að spila með? Bara eitthvað á Englandi, Arsenal Langaði til England? Já, það væri geðveikt. Eitthvað sem þú ert að skoða? Ekki núna en ég En Wolfsburg er samt risa klúbbur í hvernig fótboltanum Já, risa Já, akkurat En þið langar samt freka til England? Já, maður går að pröfa nýtt En ekki alveg strax sko bara, Þannig að það verður ekki eitthvað hellan í Þýskalandi að þú viljið fara Besti leikmaður sem þú spila með? Alex Pop Hvað er ekkur á djaminu? Vatn eða nokkuð Uppáhaldsljómsveit? Hljómsveit One Direction Ok, það er hver er fylgdust í landsliðinu? Cecilia Rón Bestu sjónvarpsþættir allra tíma? Gossip Girl Helsti kostur? Helsti kostur Bara skemmtileg Hver er þinn helsti ókostur? Ég er svolítið í að mæta sent Sendur hliður manni Uppáhaldsliði í ensku? Arsenal Hver er mesti djamarinn í landsliðinu? Vá Er engin svona Nei, ég ætla bara Hafrún Rakel Ég hendi það hana greið Það er svo rólegir það Hafrún Rakel Og Rosso Mosso Það er tengingin sko Og síðasta, hvar líður þið best? Heima á Íslandi Heima á Íslandi Ertu með, sko, það er margt sem við langar eiginlega bara að gera þátt af því að styttist nú örgulega bara í nýja séri af atvinnumönnum okkar Það er margt sem við langar að spyrja það sem ég myndi kannski frekar að spyrja það en farið þið heimþrá og svona þrótútið það? Já, stundum Ef að Siggi kærasti minn er ekki með mér þá er þetta frekar boring sko og þá fer ég En hvernig er þessu venjulegu dagur? Er þetta 2 æfingar á dag eða er þetta 1 æfing? Það er oftast sko 1 æfing en svona einu sinni í viku kannski 2 æfingar En já, þá er það bara mæting snemma og svo er ég bara búinn, þú veist
Mitt eða eitthvað. Og þá bara hanga? Já, bara hanga heim í sófanum. En Bíó þarna, keilusalur eða eitthvað? Það keilusalur. Okay. Já, og maður fer svolítið þangað sko. Áttu PlayStation? Já, en mér finnst það ekkert skemmtilegt. Og vaksin upp úr því Gekkja að fara á æfingu koma heim, taka smá leiki. Þetta var draumalífið hans Steinda. Já, ég myndi fungera vel sem atvinnumæður í fótbolta sko. Já, myndi mæta á æfingu fara heim. Hann elskar, hann pröfa það bara. Þetta hreinlegast að ég heirt bara pröfa það. Það var gerðast atvinnumæður. Fertugur og getur þetta hlaupi sko. Ok, ef ég myndi fara all in núna að æfa. Þú getur ekki á atvinnumæður. Slaka það. Hvað akkur ekki? Nei, Sveindir, ekki vera að ljúga manni. Pröfa að æfa með afturhaldi. Kannski ekki í Þýskalandi. Hann heldur ekki að þið náði eitthvað lið. Nei, það eru menn sem svona 10 svona betri heldur en bara þú í fótbolta þú varstu upp á þetta besta þau komast ekki, ég held þú vitir ekki hvað magna eins og hún situr við hliðina þar og atvinnumæður í fótbolta. Já, en ég var ekki það alveg afrek sko. Já, það ekki eitthvað bara svona þú ætlar að æfa fullt og ætlar bara að spila. Ég er að tala bara fara í Pepsi-deildina, skilur. Aldrei. En ég myndi æfa núna fullt í 10 ár. Steindi, hvað er það menn að gera sem í 3. deild og 2. deild og 1. deild? Ég er ekki alveg, þú kæmist ekki í 4. deildinni. Nei, þú kæmist ekki í ég er hellinga að gæja með þjálfurinn sem er í 4. deildinni. Álfur standi, nenni bara ekki að æfa, eru kannski í háskólum eitthvað, eru hófullega að gaman. Og það ekki breykið þetta lið, sko. Nei, ég verð að segja það skellur að heyra það. Já, mér finnst það leiðilegt. Ég trúa þér, já, mér er Sveindis við trúa. En Sveindis, ég var að skoða þetta, Wolfsburg er hliðin á Wolfenbüttel sem við vorum á. Ég stofkaði þetta. Þetta grína. Við förum aftur í Jagermeisterkastalann. Já, þú verður að kíkja. Sko, hálftíma akstur í the greatest place on earth fyrir þig, sko. Hendir yfir. Gott að fá gest sem er líka með The Aura Ring eins og ég er með og þegar áður við byrjum útsettingun og spurja ég með hvort að hún hefði fengið að heyra það frá hringnum með að slaka það sá, hún aldrei fengið að heyra það. Aldrei. Það útskýr svona hennar lífverðni. Við erum með sambönd í Jagermeisterkastalann, þannig að ef þú vilt einhvern veginn fara með vininum og eitthvað þá bara hringjum við og þú hendir yfir. Stick with the tour. Við lænum við. Ég tekið það af mig. Það skiptir ekki Jagermeisterkastalann og drekkur Ég byrja bara það. Við fengum hvað sem er ekkert að drekka. The tour var áfengislaus. Reyndar, já, túrin er alveg magnaður, sko. Þú veist, þú fegst aldrei að drekka það, sko. Ég er búin að hlusta þáttinn, ég veit alveg hvað gerðist. Ég fæ aldrei að fara aftur í túr. Steindi bæði verið eins úr og vann og með í sig í þessu túr. Var sem það skammar. Mér er aldrei verið jafn heitt á æðunni. Mér var svo heitt, ég var að kapna. Ég sagði bara, ég veit þetta asnalegt og svona, en má ég bara vera að bera ofan í þessu túr. Og ég fekk leyfi, sko. Í svona hör galla. Þetta var svo óþægilegt gegnsæðum. En Sveindis geggjað að fá því heimsókn gangið sem allar best úti. Vonandi eru neyðslinn bara bakið leið og kemur út og áfram Íslandi kvöld allir á völlum. Og ég tippa á bestseller. Þetta lukkar rosalega vel. Við munum peppa þessa bók, ég lofaði því. Saga af Stefnbolta og það er útgáfapartí á morgun í Smáralind. Já, klukkan 2. Hvað er Smáralind? Í Eymundsson, Bennanum, já. Já, tekkið þið á því og þar verður þú mæntalega árita. Nei, þú nennir ekki árita fyrir fólk, sagði mér á hann. Herði. Það er líka best að árita. Hann gerir þetta alltaf. Tekkið á þessu. Hér eru Herra Hnetusmjör og Kristmundur Axel með lagið Sólin. Tekkið á því. Ég er Herra Hnetusmjör og þetta er nýja lagið okkar Sólin á FM 957 FM. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95 Blu. Hárið þér að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og eins og við drenginni sögðum hér í byrjun þáttar þá yrði gestagangur hjá okkur í dag. Fyrsta sinn held ég í 12 ár sem það eru 3 gestir eða eiginlega 4 því að hingað eru komnir mínir bestu menn. Það eru úlfarnir okkar, Úlfur, Arnar og Helgi. Velkomnir. Gekkja að fá okkur. Já, skagfirðingar og þeir eru alltaf velkomnir í mínum húsum. Takk fyrir að hleypa okkur inn. Við erum búin að vera á þetta bara síðustu vikur, sko. Já, mjög Þetta alveg viss, meðum koma til hann með plötuna, drengir. Takk fyrir. Byrjum á því. Hvað er þetta fyrsta platan í hvað langan tíma? 6 ár. 6 ár? Síðan 2017. Shit, djúðlíði tíminn maður. Já, var einmitt að segja Steindina bara hlutan og mesti léttirinn er einfallega að ég er búin að vera, sko, mér er búin að líða illa yfir þessi 2 ár, bara hvað það er langt síðan við gáðum eitthvað út. Það er eiginlega mesti léttirinn við að gefa út plötuna, er bara að vera með nýja plötu, ekki bara vera endalast að tala um eitthvað 6 ára gammalt dót. En sko, talandu það, vera að gefa út plötu, þetta eru 12 lög en þeir hafa ekki verið að henda, jú það hafa nú komið eitt en þeir hafa ekki verið að
Viljið frekar gefa út bara heila plötu heldur en að vera að setja alltaf eitt og eitt Þannig að hefði til dæmis þessi 12 lög geta komið síðustu 6 ár, 2 ári Já, sko, langstærstur hlutin af þessu var bara eiginlega til í ár Við gáum út hana lagi Dynamit með Birni í fyrra og svo var þetta bara, sko, ég var eitthvað spadd Já, til lukku Takk, til lukku Konan, hún var sett 23. september og ég sagði Arnar þetta bygglega í bara þú veist, janúar eða eitthvað, februar hann væri ólitt Þá voru við ekki með neitt í höndum Já, ok, hvernig er hún sett? Bara í september Já, við klárum þetta fyrir það, sko og það var raunin eina deadline það var að klára plötuna áður en eignaði spanni við nefntum ekki að vera eitthvað ég eitthvað alltaf ég er með litla mikið svona stúdíó um kvöldin lengi hvernig er þetta þegar menn eru að bara setja sér sjálfur deadline og eins og þeir sögðu bara september er það bara hittast alla daga á kvöldin bara eins og bara einhverju grown ass menn bara hittast í 2 tíma tvisar sem í viku og bara vinna við erum svolítið skipulaðir við erum orðin sko eftir vegna spött þá það maður nálgast þetta svolítið öðri sem maður er einhleipur og náttúrulega á ekki börn það er bara allt annað líf þetta er bara maður verður að sjálfkræfa sko skipulaðari og það bara tókst þú veist það bara þetta gekk fullkomlega upp og líka setja deadline virkar þú setur ekki deadline þá bara einhvern veginn gerist ekkert þetta þurftu bara að klára þetta við bara síkretuðum þetta það er bara sem það gerum við vorum á leiðin í playoffs þá fekk ég nú að heyra nokkur lög þurfum að keyra norður já, nákvæmlega er þetta besta platan til þess að mér finnst það bara í allir í hreinskilni þetta er eitthvað, hún er bara eitthvað svo heilsteift og ég sko mér fannst hérna gett góðar, allar en núna í dag, því við höfum aldrei held ég verið eitthvað svona clear-headed þú veist, þessi plata var ekki samin þú veist, eitthvað þunnur eða fullur í stúdíónu eitthvað, þetta er bara eitthvað við eitthvað að tjökla bönnum og vera skipulaðir og sharp og turns out á mínum að tónlistin var bara betri ekki þunnur eða fullur í stúdíónum nei, það er mjög fínt líka sko. en það hefði vist betra að vera bara clear-headed að vera skipuleika sig nákvæmlega, lét mig engin vita ég er 35 ára að fatta þetta núna að gefa út 4. plötunum mína Mér fannst líka svo fallið þegar þú erum að keyra norður að þú spilaðir eitt lag af því að Helgi, hann var designated driver ég, Sverri Bergman og Arnar að fá okkur á leiðinu norður og ég hrósaði laginu og mér fannst svo fallið ég sá hvað peppaðist og veðraðist allur upp það enda eiginlega þannig, ég hlustaði eiginlega á alla plötur ok, þú fílaði þetta og verður að taka já, við tókum demo session bara fyrsta hlustanumpartí svo náttúrulega eiga stólarni besta stuðnismannarlag á landinni það verður bara að segja Talandi um stólan, þið eru ekki að fara norður á leikinn ekki að þið eru hér ég væri til að vera á Sauða núna ég held sko að við erum komin til að tala um leikinn tala um að gleyma plötunni það er þetta svona valur fyrir ykkur sem er að hlusta á er á stöðtúrspór það er í opinni dagskrá og þannig að þið getið tjekka á því og er í kvöldin, hvernig kvöldið það er núna að hafa partí í gær það sá ég útgáðpartí hlustunarpartí sko við hefum eftir að skipuleggja útgáðutónleikana en þetta stefni bara í rólega helgi sko ég held að þú ert samt að fara eitthvað ég ætlaði bara sko ég er með nætupössun og ég ætlaði bara að draga Sölku með mér á Amerikanbar bara að horfa á leikinn bara eitthvað að borða hambúrgara og horfa á korfubolta þú getur nú spurt drengina þeir gera mikið grín að mér þegar ég og konan ætlum að gera eitthvað skemmtilegt þá fáum við pössun og fyrir á Amerikanbar og horfum á United eða Tindastól og svo röldi ég á Tres Locos og borða það er alltaf saman við gerum ekki grín að því það er alveg gott við gerum grín að og gerir alltaf það saman já, við erum að gera þetta fyrsta skipti og setur í sama sæti og alltaf sami veitingastæðar eftir þetta var svo sama er svo vanafastur ég var lappar með Amerikan og langar að vera okkur ágústa það séð nokkur fyllibittir sætun og það er hann bara djöfull þá líður mér svona, mér líður ekki illan ég hefði viljað vera mínu sæti en þess vegna læti ég líka panta það þið eru geggjaður útur þið þekki króki mjög vel getið svaranu fyrir mig ég blöð kóngurinn og krókinn eitthvað faglega mat eitthvað faglega mat sko það er bara engin skortur á kóngum það eru margir sem
deila þeim titli. Það er bara ógeðslega mikið af kóngum. Það er bara meikar engan sens. Nei, góða punktur sko. Kóngum og drótningum. Þetta er margir kóngar hann. Við erum búin að vera á Hringtorgið og leiðin inn í bæinn sko. Já, ég hef heyrti það. Við erum búin að tala við sko við bæjarstjóran. Þetta væri svo vond hugmynd sko. Hann væri bara svona bjóða fólk velkomið í bæinn. Og það væri bara, þú veist, gaman og ég held að Instagram story sem að væri sendt á mig, þá væri einhverja míg á styttuna blind. Það væri bara grín. Stita veit að sitja þannig á húttinu og hjóndæðinu gamla maður. Já, það væri rosalega í krítból. Hittu þið blöðar á kúk? Sáuðu þau ekkert blöður undri við sko? Ég er 87, Arnar 88. Já, og segna, þeir eru 10 ára þegar ég er rund á kúk. Og ég þessi körfubolta eða eitthvað. Svona krít nálka að keira svo fram, já. Það reyta einhverju í okkur. Boltum í bíli, láta hann elta sig og svona dót sko. Það er aldrei eitt úrreikur. Það verður helviti harka mér að vera að kalla þá á bílum að ég skulda á öllum stöðum og finnum keirir og söðakrok að sækja mig. Þá skulda ég á öllum stöðum. Ég skulda á Hlíðaköp, í bakaríun og Ábæ. Hún þurfti bara að koma að sækja mig og gera þetta að skrá ykkur. Það verður ekkert úrreikur. Það var það svolítið kastum klip. En muniði vel eftir landakös eða digital kös? Hann er kannski þeir eru sko 7 árum yngri. Hvað heldur að 10 ára krakki vitið að landa hvað sé fullur í mjögari? Það er ekki að sína hverjum sem er með þeir sturla laga. Þessi teki Við þyrstum að taka bara heila þátt sko. Endalust, en drengir ég spurði ykkur aðan hvaða lag eigum að taka. Þið voru ekkert, það er ekkert einhver eitt single sem þið eru að byrja svona á að hamra á. Það er fleiri með ykkur á plötunni. Gauti, já, MC Gauti, Birnir. Erum við ekki að gleyma einhverjum? Pétri, unga besti. Já. Það er fullt af gestum. MC, Birnir, Salka, St. Pete, ungi besti. Herran heitur sem Doris of Reykjavík og Super producer. Drengir, heiður að fá okkur í stúdíóð til hamingju með nýju plötuna. Og hér kemur, að við liðið kynna þeirri sjálfur, drengir. Þetta er bara gæðið til að tjekka maður. Takk. Eitt Úlfur og Herran heitur sem já, snillingar ferri. Já, við hafa það bara svona látt undir hérna. Ég er svo peppað fyrir þessari plötu sko. Ég er að fara á Stötu Sport. Svo er það Manchester United City á sunnudaginn. Þannig að þetta er alveg helgi. Okkar menn í æskæðis með nýja þátt. Halloween mökk kvöldi Kóps. Það er lítur að vera. Mér finnst þetta líka svo góð uppskrift sko að vera með hérna gríslinga-ammali. Ég er fyrir utan húsið hans. Býtu núna? Já. Ég sagði við það er myrkur hoppukastalar, það er My June Jule concept. Það er alltaf að kemur einhvern krakki með broti nefið eða eitthvað. Hvernig það að sé það dimmt? Já, sko, þetta verður vesen hjá Kolb. Já, þú veist. Það heyrir það strax. Og ég er aftur in America gala, menn sko, ef Arnagur Láksson er komin í búningin, get ég ekki verið þarna. Sko, búningurinn Ég var veittur inn í þetta, ég var leiðin í barnafæli. Ég er ennþá að jafna með þetta rittskegstæðin, sko. Nei, þú varst búin að jafna alveg. Já, þannig ég var 100% í gær. Já, þú sagðir áðan og væri eins og nýr. Í gær leið mér. Ég er 100%. Hvað er margur dögum eftir? 8 dögum eftir. Nei, á 5 dagur í gær og rittsdagurinn var á 5. Á vika? Já, vika. Shit, haldi ég það gamall og ógæsluður að ég er viku að jafna mig. Það er alvöru reality check. Já, við þurfum að fara að hafa okkur bara eins og menn. Herru, við vorum að tala um Gerst aldrei, sko. Ég veit ekki hvort þú verður líka bara að banna okkur það. Þú vilt ekki að höfum okkur með eins og menn. Leið og mennur undir sko einhvern veginn. Þú veist, það ekki allir típuna sem einhvern veginn að drífa sig á þroskast og vera leiðilegur. Við verðum aldrei þannig. Við verðum hérna félagarnir. Við munum aldrei skammast okkar fyrir að vera FM 957 þó að sé létt að gera grína. Eftir 25 ár verðum við ennþá á FM. Það er bara staðan, skil. Við verðum bara hérna. Þú ræður því ekkert. Jú, hvað mennur? Þáttur þarf að vera með hlustum. Við erum bara þrír í gýr. Já, ok, við getum verið með podcast fyrir 10 manns en það getur vel verið að þú verið bara rekina þegar enginn að hlusta á þáttin. Þú getur ekkert sagt við verðum hér eftir 25 ár. Never leave. Já, ég meina þú veist stemningsfólk að hlusta á þetta. Ég verið 70 Þið byrja að hlusta okkur þegar að þú veist blöð var horn í blöð. Svo eignast á kærustu, svo koma börn. Svo fæ ég börn, svo var Steindi börn. Allir börn, ok, allt í núna síðan fylgist þau, síðan allir núna afar. Þetta sjá þið story hérna. Við hættum aldrei. Einhver á okkur veikist kannski mjög alvarlega. Það verður skrifað um þetta. Höldum áfram í þetta. They never quit. Leifum fólk að fylgjast með baráttunni. Ekki farið að það. Okkur enda þetta svona þar. Hvað sagði hann? Ég hætti að hlusta á hann. Svo veikist kannski einn á okkur illilega og fólk fer að fylgjast með söguna því. Þetta er bara vesti endur og fættist. Ég var með pepsug. Saga mín var They never quit. Sameiginleg bók sem við gefum út sem er They never quit. Það hætti aldrei. Í gegnum súrt og sætblöð. Það er, ég held að við Steindum sjaldan hleyja mikið í flugvél þegar Steindi spurðum ekkert mann og voru aðeins konir í
Við vorum með þessi í genunu. Ég man ekki hvert við vorum að fljúa á Steindis hvað ég myndi gera ef ég myndi deyja. Það var eitthvað smá turbulence. Hann myndi deyja? Já, þú spurði mig hvað ég myndi gera ef hann myndi deyja. Fyrsta sem ég sagði var, ég myndi náttúrulega henda einhverju mynd á Instagram og fá svona 30.000 likes. Við hlóðum svo mynd. Það mest likeaði myndið, sko. Með besti farinn. Það rosalegt. Jafnveg þetta svona svæpa til hægri og 3-4 myndir af okkur félagunum. Ég held að við spurt hann aftur að þessum þess að Níla bara ágúst að það hef ekki verið í Eyjum eða eitthvað. Þú sagði það sama, sko. Ég held að þú myndi vera búin að þroskast og breyta svarum. Nei, það var bara því við hlóðum svo mikið þessu svarum. Steindi mun aldrei drepast. Næver ekki. Ói, ég ætla að segja eins og lata sport. Ég matla bara áfram. Það býtur ekkert á hann. Hörru drengir, það býtur fatt á mig. En það sem ég ætla að gera er að því að við vorum að tala um Sveindis, hún var líka með svona hringu svo heilum. Og hérna og þess fann ég einhvern annan með hringin en mig. Ég er að spá í hennu. Ef ég myndi fá mig svona hring, það væri stemning sko að getum við ekki haft þetta absolutt með þessi fylgir hringnum bara opið. Já, það er allir fá að sjá hvernig við líður. Já, þannig að fólk getur svona, ef þið leiðist í vinnu, getur slegið inn og sé svona hvað tjóliður er stendur. Ég sé svona freka fyrir mér, þetta sé bara dagskrárliður í FN95 blöð eða blöðkastinu, þar sem að við fáum bara viku skýrslu hvað hringurinn að segja þig. Við förum bara yfir reytin. Það sem ég er gaman að sjá bara er sko hvernig svefn hún er. Þegar ég mjög fór út að þú segir bæði þú hatir að sofa og svo er með kæfisvefn og allt þetta og svo drekkur alltaf rauðin fyrir svefnin. Þetta er allt hræðilegt kombo fyrir svefnin sko. En ég hlakka bara að sjá hvað tölur og ferðan. Drekk náttúrulega ekki alltaf rauðin fyrir svefnin sko en það kemur við verðum að setja hann hringa á þessu. Að segja svolítið fyndið líka með Steinda þegar þú tala um rauðvina þegar hann alltaf tala um við séum svo mikla fyllibittur. Þú ert búin að taka ég fór í matabóð miðvikudaginn. Já, en sérðu, hlustaðu, ég fór í matabóð miðvikudaginn, fekk mér rauðin, ég fann að sofa fyrir 1. Svo fór ég á 3 slókos í gær, sturlaða mat, endum heim að spila Partners. Það er rosalegt. Gekkja, ég fann að sofa fyrir 1. Þetta er ef að Steindór Hróa Steindorsson er ekki dauða drukkin í sófanum hjá mér að spila rúllettu til 4, þá næ ég svefn. Það er rosalega. Hann dró mig á bóksan og landur daginn, þá byrjaði vessinni á mér sko. Dró ég, nei þá. Þú ert vestur á það. Þú veist, ammælisveislu sem fór þangað sko. Þannig að við skulum alveg slaka á og ég sé að draga það einhvers. Þú voru bara sameiligi gestur í ammæli. Það er þetta rugglaður. Það er ennum okkur í dag. Það er þægilegt að henda mér undir rútundan maður. Takk fyrir hlustununa. Við verðum með blökasti á þriðjudaginn. Þið þurfum ekkert endilega að horfa á það því að það er einhvern bottar hjá okkur. Ef þið er ekki subscribers á blökastinu, sign up. Þið verður bara að sjá bara Academy Award winning out. Ég er að fara að posta myndinni. Ég tók selfie af mér og ykkur í bakgrunni þegar ég er Captain America og Steindi Prumpupláður og blöður. Hvað er valið? Má ég setja henni núna? Nei, setja það á þriðjudaginn. Ég verða, má ég please má ég setja henni núna? Bara ég þarf að teasa þetta launch. Má ég gera núna? Sem ég segi please. Já, setja henni núna. Þetta er allir sem hlusta. Þið verða að checka á þessari mynd og þá sjáu þið bara hversu góð þáttur þetta verður. Við verðum svo mættir næsta föstudag í FN95 blöð og það er risadagur. Snjórinn er að fara að falla, Túborg snjórinn. Við verðum með leik, ætlum að gefa 10 rútur af jólatúborg og svo hefst miðasalan í Sjallan fyrir ykkur sem ætla á alvöru jólaball 16. des. Miðasala hefst næsta föstudag. Takk fyrir í dag, góða helgi og heyrjumst í næstu viku.